gamalsleikritsins Radíusbræður leysa vandann, uppgjör undir kirkjufelli. Þeim Radíusbræðrum hefur verið farið að leysa hesta- og seladráp á Grundarfirði. 4 menn liggja undir grun, Guðmundur á Hóli, Sigurður á Grund, Jón á Ósi og Helgi hesta og sela. En það stytting á hesta og sela morðingi. Þeim Radíusbræðrum þykja þeir Guðmundur á Hóli og Sigurður á Grund báðir afar grunsamlegir, þar sem þeir fóru undan í flæmingi við yfirheyrslur þeirra og í þokkabót talaði sá fyrrnefndi alveg eins og Guðbergur Bergsson. En eftir að hafa eitt lungan úr degi og heillin nóttu hjá Jóni og Ósi hafa þeir komist að því að hann kona. Já, Radíusbræður, já, litlu dýrlingar, áfram, kúrekar! Þar sem þeir sjá ekkert grunnsamlegt í fari Jóns ákveða þeir að taka næst hús á þeim síðasta í hópi hinna grunuðu, Helga hesta og sela. Jæja, Jón mín, segi ég, nú verðum við að kveðja. Já, vertu sæll, Jón, og þakka þér kærlega fyrir móttökurnar. Já, nú þurfum við að fara heim til Helga hesta og sela og yfirheyra hann. Bless, Radíusbræður, ég mun aldrei gleyma ykkur. Komdu, Dríkur! Nú liggur vel á mér, nú liggur vel á mér. Já. Þetta var nú almennilegur bóndi, Dabbi minn. Já, svona eiga bændur að vera. Þess vegna ekki hún þykist vera maður. Liggur það ekki augum uppi, myndaleg kona eins og hún Jón nyrður. Blíkt í nágrannum sínum sem hljóta að vera orðnir viti sínu fjær búandi þarna einir, ábyggilega farnir að níðast á skepnunum sínum. Geturðu ímyndaðir hvað þeir myndu gera við hana Jón ef þeir kemst að því hvers kyns hún er? Já, heimskulega spurt, fyrirgefur. En okkur hefur þó orðið eilítið ágengt. Við getum afskrifað einn hinna grunuðu. Sigga á Grund? Nei, ekki hann. Hann talaði í gátum. Mjög grunsamlegt. Guðmund á Hóli? Nei, hann fór undan í flæmingi. Já, þú átt þá við Jón? Já, á Ósi var allt með feldu. Þeir Radíusbræður renna nú í hlaðið heima hjá Helga hesta og sela. Þeir sjá Helga hvergi og allt virðist vera í niðurníðslu á bænum sem hinn glæpamannalegasti. Æ, ég var að vona við myndum hitta á hann. Steini? Já. Heyrirðu þessi undarlegu hljóð? Já, það eins og að berist úr þessu ljóta og óþrifalega og lágreista fjárhúsi. Könnum hvað veldur? Lögregludrengirnir ræðast nú að fjárhúsinu og gæjast inn grút skítuga gluggaboru á hálfhrundum fjárhúsvegnum. Þar sem fyrir augu þeirra bar vakti hjá þeim undrun og viðbjóð. Í afmörkuðum króm mátti sjá skítuga og illa haldna útseli í tugatali. Sagðu ekki að enginn héldi seli? Já, ég vil greinilega endurskoða þá afstöðuna. Já. En sem sagt, hér ekkert sem virðist geta gefið okkur neina vísbendingar. Nei, þannig við ættum að einbeita okkur að þeim Sigga og Gvendi. Á meðan Radíusbræður að virða fyrir sér þessa furðulegu sjón, heyrist skyndilega rödd að baki þeim. Sælir Radíusbræður, ég hef verið að bíða eftir ykkur. Hvað tafði ykkur? Þið skildu þó ekki hafa tafist hjá Jóni bónda. Ertu skemmt? Ég hef mín sambönd. Þú ert Helgi hesta og selamorðingi, vænti ég. Þú átt kollgátuna. Hvað ertu að gera með alla þessa seli hérna á bæn? Já, þetta þykja okkur einkennilegir búskapar. Það ástæða fyrir öllu eins og snjallir leynilögregludrengir eins og þið ættuð að vita. Jú, vissulega. Að sjálfsögðu. Veist þú hvað er að tala Dabbi? Ekki hugmynd? Má bjóð ykkur að súpa á smá heimlis, yðnaði? Jú, takk. Já, það var í vel stegið. Það kúkabræður. Hvaða meðbjóður þetta eiginlega? Þetta selshreyfalandi. Er ekki ólöglegt að brugga selshreyfalanda? Jú. Við erum ekki hingað komnir til þess að ræða landabrugg. Helgi, segðu mér nú undanbragðalaust til hvers heldur þessa seli hér á bænum? Til að brugga úr þeim landa. Bruggarðu landa úr selu? Steini! Selshreyfalandi. Nú
rennur upp ljós fyrir radíusbræðrum. Þeir leggja saman í flýti, 2 og 2. Hræfundin í túnfætunum hjá Helga. Fjárhúsið sem fullt af selum. Og svo selsreifalandan og sjá strax tenginguna. Þeir gera sér enn fremur grein fyrir því að þeir eiga hér ekki höggi við neinn venjulegan glæpamann. Þeir stökkva nú á Helga, hesta og sela, en sjúklegt glæpaeðli Helga hafði séð það fyrir og hann víkur sér fimlega undan fangbróðum leinlögregludrengjanna, en þeir luma á leinivopni þar sem þeirra tryggi förnautur og hundurinn Tryggur er. Hann náði í buxnaskálm glæpamannsins. Þið náðu mér aldrei! Fljótur Dabbi, hendan! Já, heyrðu, hann er að klæða sig úr buxunum. Það sýnir bara vestir fílíka klækja og limsku bragða þetta illmenni veigra sér ekki að grípa. Hann slapp, ég var of seinn. Og þarna hleypur hann berrasaður niður. Túnin er blígrátt verkfæði dinglandi á harða spretti niður að. Já, sýnur okkur bara loðið raskandi. Estan, Tryggur, estan! Sá hleypur rætt og Tryggur á ekki roð við honum. Inn í bílinn, strax. Ekkur hraðar, Dabbi. Ég stend bílinn í botnin. Gættu þín að akka yfir Trygg. Of seint. Jæja, þetta var hvort sem er ómerkilegur hundur, ég hafði ekkert gaman á honum. Heyrðu, þessi Helgi, hesta og selamorðingir greinilega orðin hringlandi kolvitlaus af þessum selsreifa Nei, sérðu hvert hann stefnir? Hann stefnir að Ósi, við verðum að bjarga henni Jóni. Skömmu síðar renna radíusbræður í hlað að Ósi á bifreið sinni radíusbílnum. Helgi, hesta og selamorðingi var löngu horfinn þeim sjónum. Radíusbræður höfðu þungar áhyggjur af þessum nýjasta víni sínum, en hjörtu þeirra radíusbræðra taka kipp af feginleik þegar þeir sjá að Jón bóndi, nýjasti vínur þeirra, stendur í bleikum sumarkjól á hlaðinu og veifar til þeirra. Þristinn barmur bóndans reis og hneig í sumarblæðnum. Sæll, Jón mín. Mikið eru þið fegnir að sjá þig hér. Sælir, radíusbræður. Er eitthvað að? Við færum bæði góðar og slæmar fréttir. Góðu fréttirnar eru þær að við höfum upplýst málið. Helgi, hesta og selamorðingi er hesta og selamorðingin sem við höfum verið að leita að. Slæmu fréttirnar eru þær að hann slapp úr klóm okkar og tók stefnuna beint hingað að Ósi. Hefur þú nokkuð orðið vör mannaferða hér? Góður, eru það að segja mér að nágranni minn, Helgi, hesta og selamorðingi sé, hesta og Hvað er að koma fyrir röddina á henni? Nei, þarna rífur hún af sér kjólinn. Ekki núna, Jón, ekki núna. Og nú rífur hún af sér barlinn. Oj, bara, og nú rífur hún af sér hárið. Þetta var þá hárkolla. Já, og nú rífur hún af sér það sem virðist vera einhver latexhúð sem hún hefur á sér allri. Og hver stendur hér, kviknakinn og ljóslífandi fyrir framan okkur, búin að rífa af sér gervi Jóns bónda? Helgi, hesta og sela! Jón á Ósi var þá allan tíman Helgi, hesta og selamorðingi. Og ég sem pistar. Þú getur nú gott betur en það. Þú líka? Já! Náðu mér aldrei radíusbræður! Heyrðu, hann tók á rá. Náðu honum Tryggur! Nei, ég teyrði yfir Trygg. Hann hleypur niður á strönd. Hann stingur sér til sunds Og syndir til hafs. og slær ekki af, hann er syndur sem selur. Hann lítur að gera allur selsreifalandinn sem hann hefur innbyggt mæfina. Hvílíkur glæpamaður. Radíusbræður horfa á Helga, hesta og sela, synda langt út á Breiðarfjörð, eins hann er orðinn að litlum depli út í sjónarrönd. Þeir yfirgefa Grundarfjörð hryggir í bragði. Að vísu tókst þeim að upplýsa málið og hlutu fyrir það verðskuldaðar þakkir Jóa Lár, sýslumanns á Grundarfirði og grundfirðinga allra. En óbótamaðurinn hafi sloppið frá þeim. Reyndar voru ekki miklar líkur á að hann væri á lífi. En með aðeins stór glæpamenn og Helga, hesta og sela er aldrei að vita. Fylgist spennt með næsta þætti framhaldsleiksins Radíusbræður leysa vandann, 7. þætti, Hóteldraugurinn á Hólminum.